Þannig að það mjög mikilvægt að þegar að horfa á hvað fyrirtæki að þróa, sérstaklega í nýsköpun og þú komum eitthvað sem að horfa til framtíðarinnar. Þetta allt byggt á grunnrannsóknum sem koma úr háskólum. Ef maður fjárfestir í nýsköpun sem byggir á djúpri tækni, þá mjög auðvelt að búa til svona alþjóðavætt fyrirtæki sem getur farið með þessa tækni út í heim. Fyrirtæki samt alltaf á Íslandi líka. Hugmyndin þarna ekki að hugsa að setja pening inn og fá eitthvað strax tilbaka. Það að horfa til langs tíma. Öll svona fjárfesting tekur tíma og með það í huga að í framtíðinni myndi að skila sér bæði fyrir fyrirtækin og fyrir þjóðfélagið heild sinni. Og við endum inn í blóðbankanum að fara í ruslið og finna þar blóðflugur sem blóðbankinn var að henda og spyrjum okkur hvað getum við gert við þannig efnivið. Og í staðinn fyrir að henda því beint í ruslið og brenna, þá vinnum við næringarlausnir úr þessum efnivið sem við getum notað til að rækta upp frumur úr mannslíkamanum á rannsóknarstofum. Snjallefni eru svona svolítið breiður eða fjölbreyttur flokkur efna sem hefur það sameiginlegt að hafa breytilega eiginleika eftir utanaðkomandi örvun eða hvata. Að notandinn getur hreinlega þá með örtölvu stýrt eða breytt stífninni eftir því hvort við erum bara að ganga á jöfnu undirlagi, ganga upp stiga, klífa fjöll. Þar sem makrillinn er svona nokkuð ný tegund á Íslandi, þá höfum við kannski ekki farið neitt alveg nógu langt nú þegar með að vinna hann alla leið. Og erlendir aðilar voru að bauna mikið á Íslendinga og sagt að þetta var ekki hægt að gera þetta. Það var svo laus holda, hann var bara nýfeitur, bráðfeitur og hann myndi aldrei verða hæfur til manneldis. Þannig við erum í rauninni að leita leiða til þess að fá sem best gæði út úr vörunni fulluninni hér á landi. Við breytum tækninni og breytum þessu öllu saman. Við förum í að ofurkæla fiskinn og setja eiginlega vaxi í fiskinn og getum það að fara að vinna til manneldis. Ekki nóg með það að við séum að losa okkur við koldíoxíði, heldur nýtist þessi lausn líka til að losa okkur við brennisteinsvetni. Og það erum við að gera upp á Hellisheiði líka og við erum að taka megnið af því brennisteinsvetni sem að kemur frá virkjuninni og binda það í glópagulli í basaltlögum. Það sem ég er að vinna mikið í gervigreind og tækni sem þú ert að tala við tækni og svoleiðis, þetta kemur allt úr grunnrannsóknum úr háskólum upphaflega. Daglegt líf er orðið miklu stafrænna en það var. Að börn eru til dæmis orðið miklu virkari notendahópur. Við byrjum að upplifa bragðið og hugsanir í kringum matinn leið og við sjáum hann. Eða jafnvel leið og við heyrum skrjáfiða brak. Þessi áferð og lykt og hljóð, allt þetta getur vakið viðbrögð í taugakerfinu. Að þá erum við ekki að fara að hræða börnin með því að þau verði að borða eitthvað, heldur eru þau að upplifa mat og draga þannig úr í raun og veru kannski ótta við oft hið óþekkta. Og við vitum í rauninni ekkert hvaða afleiðingar þetta hefur á mörgum sviðum. Við vitum til dæmis ekki hvað gerist þegar Alexa eða Google Home sem styðja ekki íslensku koma inn á heimili þar sem barn er að tileinka sér íslensku. Þarna fer maður í raun og veru í sálfræðimeðferð í gegnum netið. En þessi hugræna atferlismeðferð er svo leið sem að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin mælir með sem fyrstu lausn við svefnleysi. En við vitum að við hefum ekki getað farið eftir þessum leiðbeiningum hér á Íslandi. Við notum mikið af svefnlyfjum og aðgengi að sálfræðimeðferð hefur verið mjög skert. Ég held að það sé mjög mikilvægt þegar þú horfir á grunnrannsóknir og hvernig það tengist inn í atvinnulífið að búa til umhverfi sem hvetur alla aðila, atvinnulífið og ríkið til þess að setja pening í þessi grunnrannsóknir. Rannsóknir og samstarf háskóla og atvinnulífsins er gríðarlega mikilvæg fyrir hin ýmsu svið. Ísland er með mjög gott vísinda- og tæknifólk sem er að vinna bæði í háskólum og öðrum rannsóknarstofnunum. Makrillinn er að skila sér inn bara úr það að vera kannski 8 milljarðar sem voru hérna í byrjun upp í að vera 28 milljarðar á bara 3-4 árum. Og þess vegna eru grunnrannsóknirnar algjört lykilatriði og leiðin fram á við er að láta bókvitið í askana.